Já, komið sæl og velkomin í Eitt og annað. Það komið desember og framundan eru 5 þættir af Eitt og annað sem við ætlum að tengja aðventunni og jólunum. Þannig endilega fylgist þið með okkur. Við ætlum að hefja niðurtalninguna einmitt hér í jólagarðinum. Við ætlum að taka hringinn og enda síðan í Kjarnaskógi í rómantísku rölti. Cecilia bent okkur á jólagarðinn á Hrafnagili. Hér býr jólasveinninn, já eða allavega einn þeirra 13 sem við eigum hérna á Íslandi. Það var óneitanlega gott að komast inn úr kuldunum og hlýja sér við opinn arineldinn. Kíkja á allt fallega jólaskreitið, já og ekki eins frínilegu grílu móður jólasveinana. Hér er ekki hægt að fara tómhendur og við fórum strax að leita okkur að hendugri jólakúlu til að taka með okkur á ferðalaginu. Hérna í jólagarðinum í Eyjafjarðarsveit eru jól alla daga ársins og ef þetta dugar ekki til að koma mann í jólafílinginn og þá veit ég hvað gerir það. Sælgæti. Nú hefur þú heimsótt þetta stóra jóladagatal. Jólin eru eitt ævintýr, full af gleði, hlátri og töfrandi hlutum. Gleðileg jól. Já, það er óhætt að mæla með jólagarðinum og við ætlum að halda áfram með Secret Circle og kíkja í Kjarnaskó. Þótt sem ég er búin að borða ansi mikið þá getum við alltaf bætt á sig einni piparköku í viðbót. Gróðursetningin hófst einhvern tímann ekkert löngu eftir stríð og það var mjög mikið svona almenningur í bænum, félög, kallakórinn og hinir þessi sem tóku að sér svæði og gróðursettu og börn á unglingsaldri og jafnvel grunnskólaaldri og gróðursetja. Svo þegar skógurinn fór að vaxa svolítið upp þá fór menn að hugsa hvernig var notað þennan skóg. Og þá var hérna framkvæmdastjóri Hallgrímur Indriðason sem er skógfræðingur og lærði í Noregi. Og hann er líka skíðagöngumaður og það voru fleiri skíðagöngumenn á Akureyri sem litu hýr og auga til skógarins sem svona útivistarsvæðis og sem væri hægt að leggja svona skíðagöngubraut svona eins og er í Noregi. Þó að trén væri ekki há þá sáu menn fyrir sér einhverjum svona skógarmenningu og vildu ganga hérna í skjóli á gönguskíðum og það var í rauninni kveikjan að því að þessi stígur sem við erum á núna, aðaltrinnbrautin, var lagður. Þessar hugmyndir komið þarna upp úr 70, ætla ekki verið 74 cirka sem var byrjað að leggja þetta og margir vita það ekki. Þetta var í rauninni skíðagöngubraut, hugsuðu fyrst. Já. Og þetta var áður en fólk fór að skokka. Já. Sko, skokkbylgjan kom ekkert fyrir en var það ekki í kringum 80, jogging. Jú, einmitt. Jogginggallarnir og allt þetta. Akkurát. En þarna á undan vorum við hugsa um þetta sem skíðagöngubraut og það hefur hún verið allan tíð. Menn fóru að tróða hérna spor þegar var snjór á veturna og síðan kemur þetta svona bara stig af stigi. Menn fara að hugsa um þetta sem göngu og hlaupabraut líka. Já, þannig þegar snjórinn kemur hérna þá kemur skíðagöngubrautin, þá er tróðið fyrir henni. Og fólk fer fljótlega, eða bara strax úr snjóa, þá fór fólk að hafa samband við skórnafélagið og spyrja hvenær verður tróðið. Já. En það er náttúrulega gett að tróða fyrir það er komið svolítið, þeir tala um það sem sóla, það verður komið svolítið til sóli, svo að tróðarinn fari ekki bara niður og í mölina. Já, einmitt.
Þannig að það þarf svolítið snjó og hann höfum við ekki fengið nema eitthvað smá snert á honum núna fyrir í haust en síðan hefur bara verið snjólaust. Já. Þannig að Kjarnaskógur, þetta ekki síður paradís á veturnar? Allt árið sko. Við getum ímyndað okkur, hér voru bara tún og mýrar og einhver engi áður skógræktin hófst. Hingað kom enginn. Inn í skóginn þetta að koma öllum árstímum. Eins og kjörorð félagsins eru sko, Kjarnaskógur, alltaf logn. Séu nokkuð villtir eða? Við þarfum að gruna það. Við þurfum að leiðin tilbaka. Spurning hvort þetta maður ekki það. Laufabrauð eitt af þessu fyrsta sem maður byrjar á í jólabakstrinum ár hvert. Sumir eru kannski búnir að því en aðrir eiga það eftir. Menn eru mislistræðinir þegar kemur að laufabrauðinu. Við ætlum núna næst að líta þær Hólmfríði Hólmgeirsdóttur og Maríu Ketrisdóttur en þær eru með meira próf í laufabrauðsgerð. Við í Norðan ætlum að vera með svona aðventu þema í þáttunum okkar fram á jólum þar sem við fáum hagnýtt ráð varðandi jólaundirbúninginn og hvernig þetta gera hann sem ánægjulegastan. Og nú komið að laufabrauðsgerðinni sem nú órjúfanlegur þáttur í jólahaldinu hjá mörgum. Og ég fengi til mín 2 sérfræðinga í laufabrauðsgerð. Það eru Hólmfríður og María sælar. Og það er alltaf svona að kenna mér aðeins að skera út með gamla laginu, með vasanhíf. Hvað segið þið? Eru þið búin að skera út laufabrauð lengi? Síðan ég man eftir mér. Já. Og alltaf með vasanhíf? Já. Já, það er komið járn svona líka með. Já, núna. Já. Heyri, nú erum við með hérna laufabrauðsköku. Tóma, hver er galdurinn við þetta? Hvað á ég að gera til þess að... Ef þú ætlar að hugsa þér eitthvað munstur. Já. Segðu mér langar til þess að gera jólatrí. Það er mjög flott munstur, eða ekki? Þá byrjar þú kannski á bara stofninum. Já. Og þú brýtur þetta svona saman. Já. Og hallaði svolítið hérna svona til þess að nái saman. Já. Svo sker ég svona rákir í það. Já. Hvað finnst ykkur svona skemmtilegast við að skera út laufabrauð svona með þessum hætti? Þetta, hérna áður var þetta algjör sko hátíðisdagur. Hvernig heldur þetta sé mér? Þetta er flott. Er það? Já. Lítur þetta vel út? Já. Okay. Svo máttu kannski bretta því bara upp núna. Já. Þá byrjar ég hérna með og tekur fyrstu. Já, svo brettir maður það svona yfir. Til eyrna að vindælum nú held ég fyrir smá aðstoð. Nú er ég búinn að gera hérna stofninn. Nú vantar maður að fara að gera greinarnar. Já. Já, ég það ekki einhvern veginn að líta þetta einhvern veginn svona. Hvað er það? Svona eitthvað. En já, í steikingunni sjálfri, hvað skiptir máli þar? Það fyrir að steikja laufabrauðið. Það var fítuna bara nægilega hita. Og svona mátulega eitt þá. Og svo kakan sett þannig að laufin snúa niður. Já. Í pottinum, fyrst og svo er henni snúið. Af hverju þurfa það að snúa niður fyrst? Þau brettast síður upp. Það er svoleiðis. Heyrðu, nú held ég að ég sé að klúra þessu. Þetta nægir ekki alveg niður. Já. Ég hef ekki gert þetta nógu langt. Langar línur. Já. Sko, hérna nú hefur maður stundum séð að það gerður einhverja svona
Já, svo þarf að, stungið í það svona aðeins. svo er pikkaðar, Pikkaðar. já, til þess að En þess að ekki bólur. svona eins og, já, blöður eða kúlur eða, Já, virkar það? Pikka það svona? það munar miklu. Já. Og hvað á maður að hafa kökurnar lengi ofan í? Það er ekki mjög lengi, Ekki? nei. Það fyrir eftir hvort mér vilji hafa dökkt brauð eða, Það eftir því hvað maður vill hafa dögt, já. já, Já, það er svona smekksatriði kannski, já. eins og margt annað í þessu. Þetta er svo gert Þetta er svo sem ekki merkileg kaka til að vera kvikmyndað það. Þessi er reyndar rosalega flott. Sjá hvernig mig gengur. Já, Þetta, það eru þú ert búin að byrja. það eru einhver byrjandi að bragða þessari. Er það ekki? Það er svolítið. Þessi er flott. Er það ekki bara eðlilegt? Maður verður náttúrulega að byrja einhvers staðar. En skerið þið aldrei út með, bara með hjólum? Jú, Ég get ekki sett ég hef skorið út með hjóli. Nei. það er svo mikið fljótlegra. Já, Það er fljótlegra. ég hef nú gert það nokkur sinnum og það tók styttri tíma en þetta sem ég er að gera núna. Já, En kannski er maður ekkert að flýta sér, kannski er þetta bara spurning um að njóta, er það ekki? já. Ég held að það hefði mikið verið hérna í gamla daga. Fólki kom saman og þetta var Já. bara, já, stund, svona friðarstund. Ég fæ nú ekki laufabrauðsverðlaunin þetta árið fyrir þessa köku. Það verður ekki fyrir næst. Kannski ég fæ verðlaun fyrir bjartasta vonin. Mögulega. Já. Hvað skerið þið í margar kökur eins og núna þetta árið? Ef ég reikna með 60. Já, 76. 76 og 60? Með hvað ég var lengi að þessari einu þá er ég einhverja daga að gera 76 kökur. Það er alveg ljóst. Hvað segið þið um þetta svona? Hjá fyrsta verk? Já, já. Þetta er ekki bara fínt. Ekki? Þess að ég segja, hún er bara verið hendur þurr. Það er greinileg. Já, hún er núna þurr. Þetta er svona ytri aðstæður sem er aðeins að skemma fyrir mig kannski. Ég held að við séum bara Þetta er gott hjá okkar. orðin dálítið góð. Já, stjarnan þín er svolítið flottari. Heiði, María og Hólmfríður, takk kærlega fyrir spjallið. Sömuleiðis. Sömuleiðis. Og ég held við kveðjum bara hérna frá Minjasafninu. Takk fyrir áhorfið í kvöld. Verið sæl. Þá komum því að við tökum okkur stutt hlé og upplætt að nýta það til þess að klára að skrifa jólakortin. Þau enda nú í mörgum og mismunandi jólapóstkössum, líklega engum eins flottum og akkurat þessum hér í Eyjafjarðarsveit. Það er líklega engar kökur jólalegri en piparkökur. Það var nú ekki amalegt yfir jólin að búa í einu piparkökuhúsi. Ég fæ þann draum líklegast aldrei uppfylltan. Hérna næst ætlum við að kíkja á piparkökuhúsagerð í Varmahlíðarskóla. Það er gömul hefð að baka piparkökuhús og fjölmargir sem að hittast og gera slíkt. Hér í Varmahlíðarskóla í Skagafirði er til dæmis heil bekkjadeild að baka piparkökuhús. En maður getur séð að það er ýmislegt sem hefur þróast í gegnum árin. Til dæmis þetta hús hérna, það er bakað úr saltstöngum og kemur út sem svona fínasta bjálkahús. En við ætlum að líta inn í eldhús og sjá hvað krakkarnir eru að gera. Það er komið löng hefð fyrir því í Varmahlíðarskóla að baka og skreyta piparkökuhús fyrir jólin og þau voru 17 þetta árið. Alltaf sé ekki 7. og 8. skipti sem við erum að gera. Hvernig er þetta bara orðin hefð? Þetta er eiginlega orðin hefð, já, það er bara þannig. Mikil spenningu? Jú, það er það sko. Þau reyna að komast í þetta er náttúrulega fyrir jól og þetta er sko við erum bæði með val í bakstri og almenni matreiðslu en það fá allir að búa til piparkökuhús í þessum völum. Þannig að þetta eru 33 krakkar núna sem er að búa til piparkökuhús. Og svo endum við með því að það er valið besta og við fáum farin að fá utanakomandi dómara aðeins til að velja með okkur dæma og svo kjósa allir hinir nemendurnir sem ekki eru að búa til. Við númerum húsin, það fer enginn að vita hver að hvaða hús, það er svolítið leyndó yfir þessu líka. Síðan er farið með öll húsin
niður í búð, hérna í Varmahlíð, KS Varmahlíð. Og þar fá þau að standa í nokkra daga. Það er svo gaman með sköpunargáfuna að ef henni er gefinn laus taumurinn, þá verður til eitthvað nýtt og spennandi. Piparkökuhús eru þar engin undantekning. Þau eru jafn ólík og þau eru mörg. Bjálkahús, snjóhús, peningakassinas Jóakims, Milla, kirkjur og jafnvel Titanic-skipið. Vinir hittast og halda veislur, borða saman. Já, þið eru bara í algjörum nýjungum. Já. Hvað er þetta? Titanic. Já, það er ekkert minna. Samt svona. Hvað segirðu? Hvernig snýr það? Það er ekki svona, það á að vera svona uppi. Fyrir það plastinu niður. Já, ég ætla nú ekki að... Það er svona. Já, það er á leiðinni niður. Já. Og nú hefst hvað? Þegar þið eru búin að setja þetta saman, hvað er það næsta skrif? Lita það einhvern veginn. Eru þið með fyrirmyndina? Nei. Er það bara úr höfðinu á ykkur? Já, eiginlega. Væri þá. Það eru ýmist töfraráð notuð til að koma húsunum saman, þó oftast sé nú verið að líma þau saman með bræddum sykri. Svo er hægt að búa til jólatré úr popkorni ef því er að skipta. Þetta eru bara endalausu frumleg heiti. Hvað ætlaði að gera með þetta popkorn? Við ætlum að búa til tré. Tré úr popkorni? Hvernig? Þú veist, bara svona líma poppin saman. Þannig að það verður eins og tré. Þetta er ótrúleg hugmynd að auðgi hérna hjá okkur. Hvað á þetta að verða? Þetta á að verða hús og síðan kemur svona foss, svona bak við húsið. Er það sko það að sé keppni í þessu, er það að setja pressa á okkur? Nei, eiginlega ekki sko. Ég er nú eiginlega bara að hafa gaman þessu sko. Hvað er þetta gula? Ég sé að hérna... Það er hálsmólar sem við brjótum niður og setjum sem sagt í gatið og síðan bráðnar hann þegar við setjum það í ofnin. Skreytingarnar er af ýmsum toga og stundum flókið að ná rétta litnum fram, sérstaklega rauðum lit sem verður oft bara bleikur. Ég er að gera pínulítið jólahúsi en samt ekki alveg. Jólahúsið semst inn í Eyjafirði? Já. Og hvernig, er það ekki svolítið flókið? Jú, þess vegna erum við bara að gera ekki alveg nákvæma eftirlíkingu, bara sirka eins. En er komið upp eitthvað vandamál með litin? Já, við erum að reyna að hafa það rautt en mataliturinn þynnir þetta svo mikið ef maður setur eitthvað mikið þannig að þetta verður eiginlega bara bleikt. Er til eitthvað ráð við þessu? Við getum bara að nota keyptan rauðan lit. Og þú ert að flytja út núna, hvernig gengur? Bara vel. Hvernig ætlar að hafa þitt piparkökuhús? Bara snjóhús. Já, snjóhús? Og hvernig, hvað er það langt komið hjá þér? Já, eftir að fara í ofnin. Hvernig gerður þetta? Ég setti ég er með glerskál og svo setti ég bara álpappír yfir glerskáluna og svo degið yfir álpappírinn. Hvernig á ykkar hús að líta út? Þetta á bara að vera 2 krúttleg hús dálítið. Bara eins og, sveitabæri eða eitthvað svoleiðis. Á 2? Hlið við hlið? Já, eiginlega. Hvernig á það að vera á litin? Við ætlum bara að hafa þetta brúnt en aðeins að skreyta það, ekkert of mikið. Bara einfalt. Er þetta skemmtileg hefð? Þetta er mjög skemmtilegt, já. Hér sé ég einhvern sem ég kannast við. Er þetta ekki Jóakim Aðalönd? Jú, það er rétt. Hvað ætlar að gera við hann í piparkökuhúsi? Við vorum að pæla í að setja hann ofan á og láta hann standa því að annars var þetta svolítið klassíkur kassi sko, ef þú skilur. Já, ég átta mig á því og þannig að þetta er þá kassin hans, fullur af peningum eða hvað? Já, svo erum við gat hérna. Ég var snúa. Og þannig í gatinu þá ætlum við að láta peninga frá út eða nota eitthvað í staðinn fyrir peninga.
og já. Þannig að það komið gat á kassan hans? Já. Sko, nafnið heyrist mörg 100 sinnum hérna, bara meðan ég hef búin að vera hérna stöð. Hvernig að láta kalla svona oft á sig? Já, það stundir maður svolítið pínu þreyttur, en ég er kannski bara svo mikið barn í mér að mér finnst þetta svo gaman líka. Ég væri ekki endast í annars held ég. Og mér sem gerir piparkökuhús heima sjálf. En nú búið að kjósa fallegasta húsið og það var þetta fína, velskreita hús með veglegum kvisti sem hlaut þann titil. Þá þótti Titanic skipið frumlegasta piparkökuhúsið í Varmahlíðaskóla í Skagafirði þetta árið. Það vefst fyrir mörgum að pakkin jólagjöfunum, til dæmis mér. Hérna að lokum ætlum við að heyra í honum Stúfi. Það vefst ekki mikið fyrir honum, jú, kannski svolítið, en hann er með ýmis góð ráð sem er gott að hafa í huga þegar maður er að pakkin gjöfunum. Herra mínir og frýr, úlingar og rollingar, ömmur og afar fínir afar. Í dag býð ég upp á jólapakka-pökkunaráð S.D. Úfs Stúfs. Það er ég. Það sem að mér finnst erfiðast svona jólaundirbúninginum, það eru undirfötin mín, nei grín. Það sem mér finnst erfiðast er að þurfa að pakka inn öllum þessum agalega mörgu jólagjöfum. Ég er mjög góður í því en ég er mjög lengi að því ég er svo góður í því þá vanda ég mig svo mikið. Til þess að pakka inn jólagjöfum er gott að nota svona jólapappír, svona með svo fínum myndum á, og svo er líka hægt að nota svona jólapappír sem að maður fær bara alveg ókeypis, til dæmis bara á bensínstöðu eða eitthvað. Það má nota hann líka, það er mjög ódýrt. En ég er núna til dæmis búin að vera að pakka mjög fallega inn vettlingum handa bræðrum mínum. Það held ég. Hvað er þetta? Bakki til mín! Hvað ætli þetta sé? Eitthvað mjúkt. Ég verði eiginlega bara að opna það. Nei! Vettlingar! Mér vantaði einmitt nýja vettlinga. Það var ágætt. Ég geyma það hérna. Já, Gluggagægir bróðir minn, hann segir að við eigum einmitt að vera umhverfisvænir. Það er svona vænir við umhverfið og ekki að nota alltaf pappír til þess að pakka inn jólagjöfunum. En ég veit bara ekkert alveg hvað annað ég á að nota. Einu sinni til dæmis, þá reyndi ég að nota nærbólunans bjúknakrækis. Það var ekki góð hugmynd. Bjúknakræki var ekki ánægður. Honum var svo kalt og hann fekk svo mikið kvef og þá snýtti hann sér í nærbólinn minn. Það var ógeðslegt. Ég var ennþá í honum. En jæja, best að halda áfram. Nú ætla ég að nota pappír í þetta sinn. Vettlingar og pappír. Skæri eru mjög mikilvæg. Þetta er allt of seinlegt.
Þetta tekur verulega á taugarnar. Ég þarf eitthvað svona kerfi. Ég veit. Einn. Tveir. Þrír. Er ég búið strax? Ægilega var ég snöggur. Nei, annar. Og trefillinn. Þetta virkar sko miklu betur. Gangi ykkur vel á pakkin. Halló. Hvernig fór ég að þessu? Jæja, þá komum við að lokum hjá okkur í þessum fyrsta þætti af eitt og annað á aðventunni, en það eru 4 þættir eftir í desember og við ætlum að telja saman niður til jóla. Næst ætlum við að líta á það hvernig maður á að velja sér jólatré, skreyta með jólaseríu og pakkin gjöfum. Ekki missa því, við ætlum að koma okkur í hátíðagírinn saman.